Það ætla að halda áfram í föstudagsþættinu sem við erum að taka upp hérna á Mælifelli á Sauðárkróki til með þess að gæran tónlistarhátíðin haldin hátíðlega hérna helgina og við erum búin að nappa til okkar tveimur stöllum úr Hafnarfirði sem að skipa hljómsveitina Bergmál en þær voru að spila hérna á Kósíkvöldinu í gærkvöldi og vöktu gríðarlega lukku. Verið velkomnar. Takk fyrir. Segðu mér aðeins forsöguna ykkar. Hvernig þið eru ekki búin að vera að spila lengi saman eða hvað? Forleikurinn byrjaði einhvern tímann. Já. Fyrir árið síðan? Nei, Getur verið nákvæmari? Já. Það svona kannski 2 ár síðan sem við byrjum að spila svona smá saman fyrir jólaglögg og svona, þannig að það vorum rosalega jólastemning í þessu Fengum 1 jólagigg og það nefndi enginn að klappa. Mér finnst það geðveikt leiðilegt. Já, og við illa gerði hluti þar. Það hljómar þessu sem umhulaði. Hvað var klukkan við spiluðu? Herru, það var matatími og það var allir að borða gett mikið og allir bara truflun. Vont að klappa með hnífapörin í hendi. Mér finnst það að það geti gert bara svona, sko, Já. með nýjabörnum, en þú veist. Akkur er að tala um það? Já, ég veit ekki. Og síðan hafið þið verið að spila aðeins meira og farið að semja. Já, mikið. Það svona, byrjum bara á þessu ári, byrjun árs, að spila saman og reyna að búa til ykkur lög og svona. En flestir lögin okkar komum bara síðustu 2-3 vikunum þegar við komum staðið vorum að spila hér. Þannig ég held að flestir lögin okkar hafi bara, eru nýfætt. En það er það sem er svolítið skemmtilegt og þau voru að tala um hérna á gærunni að þið einmitt sækið að koma á gæruna og þau bara eitthvað, ok, hlökkum til að heyra allt frumstanda efni ykkar. Og við erum bara, shit. Þú veist sko, þegar við sóttum Við gerum þetta af nöfnum og við erum ekkert búin að semja þetta, eitthvað Cowboy Doesn't Know My Name, ok, við erum ekki komið neitt lag með það. Svo komum við með eitthvað Hollywood War sem við höfum ekki ennþá samið með svo dramatískt sko. En við sömdum lag sem heitir Cowboy Doesn't Know My Name. Við tókum það í gær. Já, sko, lögin sem við komum með, þau voru búin til þannig, vorum á netinu og þetta er svona síða og slærðir svona leitarorði. Alveg, hvað er funny names for songs? Og við erum bara... Þetta er lög eftir því. Já, semjum lag þetta hljóma vel. En af því það er fáránlegt, þú veist, Bubbi átti að snúa sig við, sko. Í lifandi lífi? Já, hann snýr sig svolítið mikið við. Hann snýr sig aldrei við svona. Nei, hann lappar það beint áfram, það bara 180 gráður. Going on in the kitchen. En þegar þið voru að taka lögin í gær, þá voru það mjög óvenjuleg umfjöllunarefni. Til dæmis voru 2 lög fugla sem ég hafði sérstaklega áhuga á. Já. Svo fyndin. Já, segið okkur frá þessum fuglalögum. Fyrsta lagið er Erratic Bird, sem heitir samt Bird Lover. Já. Það fjallar mjög dramatískt sko að þegar við gröfum alltaf svolítið djúpt bak við lagið skilu, þó að enginn heyrið annar, það skiptir engum máli. En það er maður sem er örugglega miðaldra, held ég. Já, örugglega, eitthvað svoleiðis. Og hann er kannski ekkert ólíkur því. Eins og Kitty. Já, svona eins og Kitty sem er með svona þráhyggju fyrir að uppstoppa dýr, sérstaklega fugla. Og hann er svona, horfðu glugga bara, wow, this is erratic bird. I'm gonna stuff this bird good. Þú veist. Og svo er hann bara að stað hillunum sinni fyrir striki og undirbúa hann fyrir að koma. Og lagið fjallar, já, Kitty. Já. Og lagið fjallar það að hann er að gera pláss á hillunum sinni fyrir næsta fórnarlamb. Sem er númer 12. Já, 12. fórnarlamb. Já, ekki rétt. Þannig að þið eru með tvö fuglalög og hitt er svona... Hitt er svona meira bara... Hitt er bara alvarlegt. Hitt er alvarlegt, það er ekkert fyndið. Nei, nákvæmlega. En þið einmitt rockið, þið væru eiginlega með svona ADHD þegar kemur að græða tónlistastefnu. Þið spilir bara... Já, bara eins og við erum að reyna að búið til R&B-lag. Það hefur ekki ennþá komið, við endum alltaf í ruglingu. Já. En er ekki Bubbi líka með eitt alvarlegt fuglalag og eitt svona grín fuglalag alltaf á sínu programmi? Er hann með fuglalög? Þetta segir sem herma. Alltaf var snúið við þegar það voru fréttir það. Já, hvaða lög eru það? What? Vá, Bubbi, þú veist. Hvaða lög eru það? Hérna, já. Alvarlega fuglalagið og grín fuglalagið. Já. Þetta var samt bara, hún var bara í ferðalagi og er traveling bird. Já. Máðurinn, múkkinn og margurinn. Já, svoleiðis. Það er bara hermið okkur. Við erum að anda í ruglinu hérna. En við ætlum að lata ykkur til þess að taka sko 2 lög. Já. Hérna á eftir. Og þau eru nú eiginlega, hvað ég að segja, systur. Þau eru framhaldslög. Framhaldslög. Segið okkur frá þessum lögum. Þú mátt segja, þú ert skoðu sögu. Sælegi Hann er gispa hana fyrir aftan. Allt í lagi. Tekið ekki til mig. Hérna, fyrsta lagi heitir Sue's Request. Það er hún Sue okkar sem er miðaldra kona líka. Svolítið eins og ég. Ekki alveg. Hún er aðeins lengri. Já, ok. Djók.
Guð. Sú okkar miðaldra sem samt, þú veist, aðeins, hún kannski svona 70. Og hún mjög trúuð og á við geðra vandamál að styrja líka því að hún svolítið hot fyrir Guði, og hún að lagi fjallan það hún tilbiðja Guð, þú veist, og segja af hverju viltu ekki vera stefnumót með mér og spurja svona það út af þessu eða þessu Hún vill sem sagt virkilega vera með Guði. Obsession. Já. Já. Ekki svona á góðan hátt. Nei, þeir tala bara í alvöru kynferðislegan hátt með Guði. Já, algjörlega. Mjög. Sumi geta verið svoleiðis. Þetta þú veist, gæti verið vandamál. Mjög alvarlegt lag. Sem þeir eru að opna á þá núna. Opna umræðina fyrir þessu. Þetta getur gerst. Framhaldslagið hins vegar svarið frá Guði. Já, þá Guð sko. Þá Guð að hringja í hana Sú, okkar vinkonu. Símsvarinn hennar. Og Guð segir bara af hverju, þú veist, hann vill ekki fara á stefnumót með henni. Hún hárið á bringu og þetta eitt flott. Og hann á leynilegan son sem hann Satan, sem rýma við Natan. Og Satan skotinn í henni Sú, og þetta svo steikt. Og hann hringir líka í hana Sú. Hann svona obsession fyrir henni, sko. Þetta mjög steikt. Þannig að, þú veist, en hún bara ekki til í hann, hún þetta bara skotin í Guð. Þetta rosa dramatískt og bara þetta bara bold and beautiful, bara í himnaríki og helviti, sko. Þetta bara venjulega ást og þrýningur, finnst mér. Vistu það? Kannski búið til Þetta bara Stephanie Forrester og Brooke og alla dæturinn. Þú veist, þetta hrikalegt. Ég held að við þurfum að fara að heyra sér lög. Ég held það. Ég er allavega mjög spenntur og hálf bara hlessa hérna. Já, ég held að það gæti verið og ég veit að hugsanlega, ég veit ekki hvort þetta hentar öllum þessi texti, en það kemur í... Nei, en ég líka bara að segja, þú veist, þetta bara djók, sko. En ekki fyrir viðkvæma samt. Þetta svolítið það. Þetta bara eðlilegt fyrir mér, kannski. Ég ætla ekki að dæma hvort þetta eðlilegt eða ekki. Við ætlum hins vegar að heyra í þeim stöllum bergmáli, taka þessi 2 lög og ljúka þættinum þannig og við óskum ykkur góðrar helgar. Þetta Sú miðaldra lagið okkar. Sue's Request. Take it away. Oh, that's right. Whoa, oh, Lord, why won't you date me? I'm very dateable. I take showers regularly and I even wrote you this song. Oh Lord, why won't you ask me out? I'm waiting by the phone. It will make my mother proud if you'll be the man I'll bring back home. Adult game, Jesus Christ, superstar. Come on, wherever you are. I need your father's attention. Could you be my personal telephone extension? Oh, oh, oh. Whoa, oh, 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 my dear beautiful Lord. oh Lord. I heard you had a giant sword. Won't you date me because I killed my neighbor with your sword last Friday? Then I had sex with a maid and I dry humped a public driveway. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, please answer my prayers. Please, 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 please answer my prayers. Oh yeah. Jesus Christ, superstar. Come on, wherever you are. I need your father's attention. Could you be my personal telephone extension? Oh, 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 oh.
question. Jesus Christ. Are you close with your Father? Superstar. Can you walk on water? Jesus Christ. Do you pray? Superstar. You're a superstar. Jesus Christ, superstar. Come on, wherever you are. I need your Father's attention. Could you be my personal telephone extension? Já. That's right. Oh yeah. We need our props now. Yes. Getur þú mér? Ekki dags, svona eitt sopa, þú veist. Viltu sopa? Já, takk. I wanna see. Þá er að leikmunnir með framhalslæginu Sue's Answer Machine. Já, hún er djöfullin, þetta útskýrir sjálft og ég er náttúrulega guð því ég er guðdómleg. Svo allir vita, veist. Og við byrjum á því að ég ætla að vera Sue fyrst, sko. Af því að hún er símsvarinn. Ok, bæ. Þið skiljið þetta alveg, þetta er ekkert flókið. Þetta útskýrir sér sjálf. Ó, já. Þetta er tilbúin. Já. Dans. Ok, ég verð bara svona bits. Já. Hi, this is Sue. I'm not available right now, so please leave a message after the beep. Beep. Oh, dear Sue, this is God. I'm answering your request. I don't want to date you because you got a hairy chest. I don't like women who dry humps a public driveways. Oh, now I am taking the highway. Oh, dear Sue, this is still God. I got another son. Jesus is not interested, but I know one who wants to have fun. His name rhymes with Nathan. If you got a brain, you know it's Satan. He loves to read a novel and dry hump a driveway. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. This is Satan, the one who rhymes with Nathan. I am single, ready to mingle with you. Dear Sue, you can be my boo. Let me know what you will do. I could fall in love with you. Tell them, Satan. Oh, dear Sue, why won't you answer my request on Facebook? I saw your profile picture and I like how you look. I know you know my father. He knows I know you like him. I hope you change your mind, even though it's a sin, if you choose me. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. This is Satan, the one who rhymes with Nathan. I am single, ready to mingle with you. Dear Sue, you can be my boo. Let me know what you will do. I could fall in love with you. I could really fall in love with you. You're a garbage speck in my eyes. You're the perfect girl for me. You're just a poop in disguise. You really can't dry hump a driveway properly. You see, it is your destiny, Child. ring, 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 ring. Ring, 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 ring. This is Satan, the one who rhymes with Nathan. I am single, ready to mingle with you.
Dear Sue, you can be my boo. Let me know what you would do. I could fall in love with you. Message erased. Beep.